Komið sæl, Bryndís Jóna Magnúsdóttir heiti ég og kennari og deildarstjóri eldra stigs í Heiðaskóla. Þetta erindi fjallar nýjungar og umbætur í námsmati í Heiðaskóla og að flutt á skólaþinginu okkar þann 15. nóvember. Í upphafi langar mig örstutt að fara yfir megin tilgang námsmats en hann að leiðbeina nemendum námið og hvernig þeir geti náð tilsettum markmiðum. Og það veitir nemendum, foreldrum og kennurum upplýsingar námsgengi, hæfni nemenda og vinnubrögð. Orðið námsmat kalla sjálfsagt hjá okkur flestum strax fram orðið próf og við sjáum fyrir okkur nemanda sitjandi einn við borð með sinn blýant og sitt stróklur svarandi spurningum á blað. En svið námsmats þó breiðar en svo. Í Heiðaskóla hefur verið lögð áhersla á að kennarar meti hæfni nemenda fjölbreyttan hátt, meðal annars með prófum og þau geta verið ýmiss konar. Það geta verið hefðbundin próf, heimapróf, gagnapróf, parapróf og svo framvegis. En svo metum við líka verkefni nemenda og þau geta verið af ýmsum toga og vil ég nefna hérna til dæmis einstaklingsverkefni, hópverkefni, skrifleg verkefni, kynningar, myndbönd, myndasögur, líkun og svo framvegis og svo framvegis. Hér hefur þungin verið á því sem við köllum lokamat. Það að lokinni yfirferð, til dæmis kafla eða námslotu, lagt fyrir nemendur verkefni eða próf til að kanna hæfni þeirra í tilteknum námsþætti. Við höfum lagt okkur fram við að hafa þetta mat fjölbreytt og sanngjarnt og það að sjálfsögðu gríðarlega mikilvægt. En þetta vinna sem í stöðugri þróun, því að í námsmati engin endastöð. Það ekkert próf svo skothelt að það þurfi aldrei að endurskoða það. Eða verkefni sem svo frábært að það sé hægt að keyra óbreytt í gegn aftur og aftur með ólíkum nemendahópum. En ég ætla sem sagt að fjalla breytingar og umbætur í námsmati og fyrst langar mig að nefna að nú ætlum við að fara úr því að skipta skólaárin í 2 aðskilin námsmatstímabil. Í það að hafa skólaárið 1 nokkuð samfellt námsmatstímabil. Við höfum afhent nemendum okkar vitnisburðarskjöl á annarskiptum í janúar en nú verður það ekki gert. Á samskiptadegi í janúar farið yfir námsmatið sem farið hefur fram, en þá prentum við til dæmis meðal annars út verkefnabækur í Mentor og skoðum stöðuna með foreldrum og nemendum. En þá var einnig markmiðin sem nemendur setja sér í upphafi skólaárs yfirfarin og ný markmið sett. Að vori verður svo námsmat skólaársins tekið saman og vitnisburðarskjölin verða þá afhent. Með þessu erum við ekki endilega að fækka námsmatsþáttum eða eiga eitthvað við dreifingu þeirra. Þessi breyting felur til dæmis ekki í sér að vorið verður undirlagt námsmati eða við munum taka upp vorpróf. Það sem við erum með símat munum við eftir sem áður dreifa námsmatinu yfir allt skólárið og nokkuð jafnt milli haust og voranar. Eina breytingin í rauninni svo að vitnisburðarskjöl verða ekki prentuð út í janúar. En þessi breyting verður vonandi til þess að minnka álagið sem fylgir próftöku og verkefnaskilum nemenda fyrir og eftir jólafrí vegna þess að öllu þarf að vera lokið fyrir ákveðna dagsetningu í janúar. Við lendum nefnilega í því ár eftir ára að upplifa það að við skautum yfir viðfangsefni og gefum þeim ekki þann tíma sem þau þurfa vegna þess að öllu þarf að vera lokið fyrir ákveðin dag í janúar. Það ósanngjarnt gagnvart nemendum okkar. Við erum ákveðlega spennt að sjá hvernig þetta mun koma út. Breytingin á námsmati við annarskipti skipulagsatriði og nokkuð auðvelt að hrinda í framkvæmd. En við erum að vinna í yfirgripsmeiri og flóknari breytingu á námsmatinu og hvers vegna ætlum við séum á því? Það vegna þess að nýja aðalnámskrá grunnskóla sem okkar viðmiðunar vinnuplagg kallar á breytingar. Þær felast fyrst og fremst í mati á lykilhæfni sem ég mun koma betur að á eftir, aukinni áherslu á þátttöku nemenda í námsmati og aukinni áherslu á leiðsagnarmati og þetta ætla ég allt saman að skýra út hérna á næstu glærum. Fyrst það lykilhæfnin. Þetta plaggat sem má sjá í öllum kennslurýmum hérna í skólanum og víðsvegar á göngum skólans. En þessi lykilhæfni þættir eru sem sagt 5. Tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og samvinna, nýting og miðlun upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi. En það hvað þú hefur tileinkað þér þekkingu eða færni í ákveðinni námsgrein eða ákveðnum námsþætti sem sagt ekki lengur aðalmálið. Það minnst að kosti ekki eina málið. Nemandi sem til dæmis þarf að hafa mikið fyrir náminu og gerir það, en sökum einhverja námsörðuleika tekst ekki að fá toppeinkunnir eins og við þekkjum það nú,
getur svo sannarlega fengið toppeinkunn í til dæmis ábyrgð og mati á eigin námi. Ég geti auðveldlega rætt hér lykilhæfni námsmatið í klukkustund en ég get ekki alveg leyft með það en ég hvet ykkur eindregið til að kynna ykkur þetta plakat ef þið hafi ekki þegar gert það en það finnið þið á netinu með því að setja orðið lykilhæfni í leitarvél. Mig langar aðeins að segja ykkur frá því hvernig við höfum hingað til æft okkur í að birta lykilhæfnina í tengslum við námsmat. En við höfum notað lykilhæfni hugtökin í umsögnum verkefni að frammistöðu nemenda og í foreldrasamtölum. Við höfum líka rætt við nemendur lykilhæfni í tengslum við viðfangsefni þegar við förum yfir það í hverju þau felast og þá hvaða lykilhæfni þættir verða þjálfaðir með þeim. Og svo höfum við hvert með sínu lagi fikrað okkur áfram með lykilhæfni námsmat. Við höfum að sjálfsögðu verið að vinna með þessa lykilhæfni gegnum tíðina. Við höfum þjálfað nemendur okkar í tjáningu, kennt þeim vinnubrögð og lagt fyrir þau verkefni sem krefist skapandi hugsunar sem dæmi. En þessi þættir hafa alltaf verið stór hluti af námi barna en nú eigum við semst að fara að meta þá og það getur verið svolítið snúið. Þess vegna er mikilvægt að lykilhæfnin sé þjálfuð með viðfangsefnum. Það er að segja að við skipuleggjum vinnu nemenda þannig að þau raunverulega þjálfi þessa hæfni. Við getum ekki þjálfa nemendur í samvinnu ef þau kljást aldrei við verkefni sem unnin eru í samvinnu við aðra. Það er líka gríðarlega mikilvægt að matið sé sanngjarnt. Það má ekki byggja alfarið á huglægum mati kennarans. Viðmiðin þurfa líka að vera skýr. Ef nemandi fær B með umsögnina gott fyrir tiltekna lykilhæfni, þarf hann og foreldrar hans að vita við hvað er miðað. Og loks viljum við að foreldrar okkar og nemendur spyrji spurninga og komi með ábendingar ef eitthvað má betur gera í þessari vinnu sem þegar er hafin og framundan er. Ég held við getum öll verið sammála að þjálfun lykilhæfninnar er mikilvæg. En ég má líka til með að segja frá því að það kom skýrt fram á nemendaþinginu sem haldið var í lok október á þessu skólaári með nemendum í 8. til 10. bekk að nemendurnir sjálfir meta hana mikils. Þegar þeir skiluðu sínum niðurstöðum og sínum umræðuhópum þá var mjög áberandi að þeir telja þætti eins og samskipti, samvinnu, metnað og ábyrgð vera mikilvægasta veganesti sem þeir fá á skólagöngu sinni ásamt svo lestri, skrift og stærðfræði og svo framvegis. Við erum enn að leita svara við spurningum sem varða lykilhæfni námsmatið. Við erum að leita bestu svarana við spurningum eins og hvað skráningaform er heppilegast fyrir okkur kennarana. Það er að segja hvernig við höldum utanum mat okkar á þessum þáttum, hvernig við söfnum og hvar við höldum utanum það, hvernig við höldum utanum upplýsingarnar. Við erum líka að kanna það hvaða leið er heppilegust til að skila af okkur þessu lykilhæfni námsmati til ykkar foreldranna og nemendana. Er það mentorkerfið? Útbúum við sérstök vitnisburðarskjöl á skólaslitum eða fyllum við út í matsblöðum lykilhæfni á samskiptadegi að vori. Við erum alltaf að taka einhver skref í þessu öllu saman og það sem við viljum vanda okkur við þetta gerum við það gætilega. En hvernig sem þetta þróast allt saman þá hvet ég ykkur eindregið til að kynna ykkur lykilhæfnina vel. En annar þáttur sem er í þróun og fellur inn í þetta breytingaferli er leiðsagnamatið, en það er hugtak sem foreldrum er sjálfsagt ekki tamt. Leiðsagnamat fer stöðugt fram í námi barna. Það fer fram í kennslustundum og byggir fyrst og fremst á endurgjöf og leiðsögn á meðan nemandi vinnur verkefni sín hverju sinni. Það er að segja að kennari gengur á milli og leiðbeinir, hrósar og hvetur nemendur sína. Þetta er svona eitthvað sem að gerist á staðnum. Leiðsagnamati er líka leiðbeinandi endurgjöf á verkefni sem lögð eru fyrir og eiga að þjálfa nemendur fyrir lokamat í ákveðnu námsþætti eða námsgrein. Til dæmis nemendur eiga að skila sögu sem metin er til einkunnar þarf að hafa farið fram kennsla og verkefnavinna í sögugerð sem er þá undirbúningu fyrir söguna sem á að skila til kennara. Í leiðsagnamati felast til dæmis munnlegar eða skriflegar umsagnir verkefni og leiðbeinandi matskvarðar og fleira. Við erum sérstætt að vinna að því að vanda betur leiðsagnamat því með markvissari leiðsögn ættum við að fá fram markvissari vinnu nemenda. Ég ætla að gefa ykkur nokkrar hugmyndum hvernig leiðsagnamatið getur litið út en hér er til dæmis leiðbeinandi matskvarði fyrir ritun í sögubók í 2. bekk. Hér sjá börnin með myndrænum hætti til hvers er ætlast. Þau eiga að finna titil á söguna. Þau eiga að hafa bil á milli orða og geta þá nota puttan til þess að búa þetta bil til. Þau eiga að hefja málsgreinar á stórum staf
setja punkt í lok málsgreinar, láta stafina hvíla á línu, hafa sögun í annarri hvori línu og teiknulita mynd með rituninni og svo loks að vanda sig. Svona leiðsögn gerir það að verkum að nemendur verða öruggari í námi sínu, ábyrgari og meðvitaðir það sem ætlast er af þeim. En þá er ég einmitt komin að þeim umbótaþætti okkar sem snýra því að nemendur séu virkari þáttakendur í námsmati, meðal annars með því að þeir setji sér markmið og viti hvaða tilgang og markmið vinna þeirra hefur, með öðrum orðum að efla námsvitund þeirra. Nemendur spyrja okkur gjarnan þessara spurningar: til hvers erum við að læra þetta, sem eðlilegt er ef þeir raunverulega sjá ekki tilgang með því sem þeir eru að fást við. En rannsóknir benda til þess að tilgangur náms eigi að vera oftar á dagskrá í skólastofum og að áhersla á markmið og tilgang náms hafi jákvæð áhrif á námsárangur. Þetta er gert með samræðum við nemendur og með því að nota markmiðin í kennslunni, í tengslum við námsáætlanir og í tengslum við sjálfsmat og jafningjamat. En mikilvægasti þátturinn í þessu er svo að nemendur setji sér sjálfi markmið. Hér má sjá bakliðina á því blaði sem að nemendur í eldri bekkjum skólans fylltu út í upphafi skólaárs, en þarna meta krakkarnir þessa þætti vinnu sem er framkomi umgengni, ábyrgð, samstarf og samskipti og tjáningu. Allavega eins og þetta blað lítur út, þannig svolítið mismunandi eftir bekkjadeildum. Og svo er hér dæmi sjálfsmatsblað í yngstu bekkjunum. Hérna sjáum við svo dæmi vinnuáætlun í ákveðinni lotu í íslensku þar sem unnið er með skáldsögun og gauragang. Og kennararnir hafa þá sett hér markmiðin sem að eiga við þá vinnu sem fer fram í gauragangi og er að finna í bekkjanámskráni sem er öllum aðgengileg á heimasíðu skólans. Af öllu þessu sögðum að vera ljóst að námsmat snýst ekki bara próf. En nú erum við á seinna árinu í þróunarverkefninu Mat í þágu náms sem að skólinn fékk styrk fyrir. Og við höfum fengið gesti til að leiðbeina okkur í þessari vinnu og við höfum rætt saman og prófað okkur áfram með allt mögulegt, en eins og fram hefur komið er þetta vinna sem er í stöðugri þróun. Ég hvet ykkur eindregið til að skoða vel skólanámskrána okkar sem er að finna á heimasíðunni eins og ég sagði áðan. Hérna eru þá þessa bekkjanámskrá sem ég minntist á áðan. Og í þeim, þið sjáu að það er bekkjanámskrár fyrir hverja grein í hverjum bekk og í þeim er að finna markmiðin og kennsluhættina og hvernig á svo að meta, það er að segja hvernig námsmatið er háttað. Hvet ykkur eindregið til að kíkja á þetta. Að lokum langar mig að leggja mat á það hversu góður áheyrandi þú hefur verið og ég held að sé bara sanngjarnt að gefa þér topp einkunn leið og ég þakka fyrir mig.